Já, komið þið sæl. Ég ætla að fara hérna yfir bauganet jarðarinnar í þessum glærum í siglingafræði og við skulum síðan bara kíkja á næstu glæru og sjá hvað hún hefur að segja. Já, bauganet jarðarinnar er byggt þannig upp að þar eru breiddarbaugar og lengdarbaugar. Breiddarbaugarnir liggja hérna þversum yfir hnöttinn frá austri til vesturs og lengdarbaugarnir liggja frá norðri til suðurs eða öfugt eftir sem að sagt er. Og þarna er miðbaugurinn sem er merktur sem 0 gráður og síðan er talið upp frá honum og það er talið þarna alveg upp í 90 gráður sem er norður og norðurpól og svo í 90 gráður niður í suðurpól. Íslandi er töluvert fyrir norðan miðbaug og þar er því alltaf talað norðlægar breiddir þegar verður að tala staðsetningar í lengd og breidd á Íslandi og Íslands miðum. Og við skoðum hérna aftur breiddarbauga jarðar sem eru teiknaðir á þessari mynd hér til vinstri á glærunni og það er eins og nefndar á fyrri glæru þá er talið upp sem er þá miðja jarðar, baugurinn sem liggur umhverfis jörðina hana miðja, mitt á milli suðurs og norðurs. Þarna er talið semst upp og alveg upp í 90 gráður í norðurpólnum og svo niður í 90 gráður í suðurpólnum. Jörðin er svolítið sporöskjuleguð og við miðbaug þar eru 110,57 km á milli bauga en við pólana er það komið í 111,7 km. Þetta er vegna sem sagt lögun jarðar að hún er eilítið sporöskjuleguð. Nú hér sjáum við aftur ofan á jörðina, við erum að horfa ofan norðurpólinn og Ísland er þarna aðeins fyrir vestan Greenwich á þessari mynd, punkturinn sem að sést þarna svolítið fyrir vestan Greenwich. Frá lengdarbaugnum eða 0-baugnum sem kallar er, Greenwich-baugnum, þar er þetta talið ýmist í austur eða vestur og talið upp þangað til að það komið yfir hnöttinn og hinum á móti upp í 180 gráður og það er svokölluð daglína. Þegar við erum nálægt daglínunni þá þarf ýmist að seinka eða flýta dagaltalinu einn sólarhring eftir í hvor áttina við erum að fara og kannski muni einhverjir eftir því frá því í sögunum umhverfis jörðina 80 dögum þegar að þeir þarna Phileas Fogg og þjónninn hans komu til London eftir að ferðinni var lokið og þá töldu þessi hafi verið 81 dag á leiðinni en dagsetningin á dagblaðinu hjá þeim benti til þess að þeir væru degi á eftir og þá áttuðu sig á því að þeir höfðu gleymt að fletta dagatalinu mitt sólarhring þegar þeir fóru þarna yfir daglínuna. Reyndar er til önnur saga, það var íslenskan businessmann sem átti stóra afmæli og hann bauð fullt af fólki með sér í siglingu og hann kom semst þarna að daglínunni og hélt þar upp á afmælið með pomp og prakt á réttum degi, síðan sigldi hann yfir daglínuna og var þá kominn aftur á afmælisdaginn sinn, sólarhring seinna og veislan hélt áfram og var sem sagt þarna tvöfalt afmæli hjá honum raunverulega og með tilheyrandi lukku og gleði. Nú hnettinum er skipt í 24 tímabildi og þar er klukkunni flýtt hverja 15 mínútur sem við farið í vestur. Ef við til dæmis fyrir frá Íslandi og vestur þá flýtum við klukkunni en svo aftur á móti senkum við henni þá þegar það farið í austur. Lengdarbaugarnir, allir þeir eru svo kallaði stórbaugar og þeir eru alltaf jafnlangt frá miðju jarðar. Það er að segja vegalengdir frá norðri til suðurs eftir lengdarbaug, hún er bara bein lína eftir lengdarbaugnum, það er stysta leiðin sem ættir að fara.
en sé farið stórbaugsleið á breiddarböggum eða á til dæmis eins og það var verið að sigla þvert frá einhvers stað frá Ameríku til Afríku þá myndi verið að fara stórbaugsleið svokölluð. Það ekki, breiddarböggum ekki fyllt alveg eftir, heldur siglt upp á hækkandi breiddir því að það styttri vegalengd heldur en að fara beint eftir breiddarböggum. Flesti kannski kannast við það þegar í fluginu, þegar flugið fer á milli Evrópu og Ameríku að þá fljúga þeir hérna upp á hækkandi breidd og koma við á Íslandi eða fara yfir Ísland og það styttri leið heldur en að fylgja breiddarböggum alveg beinustu leið. Jörðin hnöttótt eins og allir vita og þar af leiðandi þá svokölluð hafsbrún fyrir framan okkur þegar við erum að sigla út á rúmsjó og hvað á bakvið hana ekki alltaf gott að sjá og hversu mikið við sjáum að því sem á bakvið hafsbrúna fer eftir því hvað hluturinn sem á bakvið háreistur annars vegar og líka hversu hátt við stöndum frá sjó, hvað við hátt upp í bátnum sem við erum að sigla á. Og hér sagt að þegar maður staddur í 5 metra hæð yfir sjávarmáli þá snertir sjónlína sjóndeildarhringinn í 5 sjómílna fjarlægð eins og myndin á að útskýra sem þarna og við getum séð áhrifin af þessum boga eða kúlulögun á jörð ansi víða. Við þurfum ekki annað en að til dæmis að standa ofan í fjöru við fjörð sem kannski svona 8 til 10 km breiður og horfa yfir fjörðin að þá sjáum við ekki fjöruna hinum megin vegna þess að hafsbrúnin hún styggir á en hins vegar ef við færum síðan upp á hærra landslag fyrir ofan fjöruna þá myndum við sjá fjöruna hinum megin því að þá varum við farnir að sjá alveg yfir hafsbrúnin og niður hinum megin. En það þarf ekki meira heldur en þetta til þess að merkja þessi áhrif. Þarna þetta nú sýnt svona hvernig þetta við erum að sigla þarna á lítilli skútu og við sitjum svona í cirka 2 metra hæð yfir sjávarmáli og við erum að horfa þarna á vita sem að 20 metra hár og við sjáum þarna lampan á vitanum í ákveðinni fjarlægð og við komum þarna á eftir nánar að því hversu mikil þessi fjarlægð Nú þarna verið að sýna hvernig þetta virkar. Við erum í svarta myrkri og við erum á skútunni þarna vinstra megin á myndinni og vitin þarna í fjarlægð, töluverðir fjarlægð og við erum semst að koma siglandi þarna eftir haffletinum. Hafsbrúnin hún skyggir þarna eða takmarkar aðeins hvað vitin lýsir nálægt okkur og en samt dregur geislinn langt út á haf og við sjáum þarna bjarma af geislunum á meðan við erum staðsettir þarna eins og skút sýnd þarna á þessari mynd. Á þessari mynd þá bjarminn farin að verða sterkari því við erum að færast nær vitanum. Þarna bjarminn að verða ennþá sterkari, við erum alltaf að færast nær og nær og bráðum þurfum að fá glý í augun af ljósinu og alltaf verður vitin skýrar og skýrari eftir sem maður líður á siglinguna. Nú fer vitin bráðum að lýsa alveg upp dekkið á bátnum svoleiðis að það fer að verða bara lesbjart liggur við. Báturinn að verða komin upp á bunguna, upp á hábunguna og þá fer að sjást meira af vitanum. Og hérna báturinn svo komin nánast alveg upp á bunguna og þarna fer hann að sjá alveg
sér hann vitann og sér semst allan vitann eins og hann leggur sig fljótlega frá þessum punkti sem hann á núna. Þarna svo taflar sem sýnir hvenær ljós á vitum birtast þegar siglt að þeim. Ef við fylgjum hann eftir efstu línunni að þá sjáum við ljós á vita. Það þarna í 10 metra hæð fyrir ofan sjávarmál og síðan sýnir þetta hvað þetta sést í mikilli fjarlægð eftir hvað hátt frá sjó í bátnum. Til dæmis 10 metra vitin, hann sést í 8,7 km fjarlægð ef við erum í 1 meters hæð sem að vera svona eins og verðum að sitjandi í árabát. 9,5 km fjarlægð ef við værum í 2 metra hæð sem að nú kannski algengt á svona trillum og svoleiðis, 2-3 metrar frá sjávarborði og upp að hæð á höfði á skipstjóra sem að situr þarna í skipstjórnarstólnum og er að sigla. Í 3 metra hæð þá erum við þarna 10,2, það væri 10,2 km og síðan þarna 4 metra hæð það væri 10,8 og svo í 5 metra hæð sem er svona kannski dálítið algengt af svona miðlungsstórum skipum, að menn síður svona cirka 5 metra hæð þar. Og við sjá hann í 11,3 km fjarlægð fyrir ekki við. Nú síðan þarna farið yfir þetta 12, 14, 16, 18, 20 og 22 og þessi vitar eins og 20 til 22, þetta nú svona algeng hæð af vitum hér við land og þarna sjáum við til dæmis í 20 sæjum hann í 11,4 km fjarlægð í 1 meters hæð. Við sæjum hann í 5 metra hæð, þá sæjum við hann í 14 km fjarlægð og þetta miðað við gott skyggni. Það svona sem sagt heiðskýrt og gott skyggni.